gott stefumæður. Það er rosalegt. Fólk er að segja að þetta sé eitt af betri hlaðvarpstefum ársins. Já. Það hefur maður heyrt. Já. Heimahæðir eða? Nei, ég sagði þetta bara við sjálf á mig en það rétt á hann, sko. Já. Ég heyrði það, sko. Hvað segirðu? Þú ætlaðir að byrja þennan þátt? Ég er búinn að byrja hann. Já, það er svo leiðis. Nei, ég var að hugsa, sko... Viltu fara beint í eitthvað? Ég er reddi, sko. Já, ef ekki fara bara í beint úr intrón okkar. Já. Yfir í... eitthvað. Já. Og það er eitthvað dagsins. Eitthvað dagsins, sko, mér langar að tala uppeldi drengja. Já. Það verður ekki afgreitt í einu þætti. Já. En ég er með svona afmarkaðan part sem snýst þetta. Og þetta er innblásið af grein sem ég fekk senda og mér fannst mjög áhugaverð. Já. Og greinin heitir What Parents of Boys Should Know. Og hún er eftir Joshua Coleman, en þó svo hans takir þetta saman, þá er þetta í rauninni yfirlit yfir alls konar rannsóknir. Þannig að ég ætla að leyfa mér að segja bara rannsóknir sína fram á, bla bla, án þess að fara djúpt í hvaðan og hvernig, en þau sem að hafa áhuga geta bara fengið þessa grein senda frá okkur eða hafa samband. Wow. Sko, hann Joshua sem að skrifa þetta, hann grét mikið í æsku og foreldrar hans voru eiginlega með svona uppnefni á hann, eða kölluðu hann Tiny Tears. Og Tiny Tears er dúkka, svona, þú veist, þið munu eftir Babyborn og eitthvað svona. Þetta er svona dúkka sem grætur tárum, gerfitárum, eða svona vatni, ef maður ítir á magan á henni. Og hann fekk þá, skrifar hann, sko, fekk hann raunin þessi skilaboð að það að gráta er ekki bara að vera að kalla hann þá barn, heldur líka stelpu. Já. Það var líkunum við stelpu og líkunum við barn og hérna, þetta sat í honum, eða situr í honum úr æsku. Nú, það er sko gömul mýta að strákar sem að síni veikleika muni vera tekni fyrir, muni lenda í einhvers konar erfileikum. Og það þurfi nefnilega sko að sína þeim svo alltaf hörku til þess að þeir verði harðir og komist af. Þessi hugmynd að það bitni á strákum að vera sýnd einhvers konar mýkt eða mildi eða samúð eða bara hvað við segja, svona tilfinningalegur stuðningur. Hann kemur til vegna einhvers kynjabil sem krefst þess af körlum að vera stóískir, vera bara alveg flatir, ekki þú veist æsas, eða þú veist, já, bara taka erfileikum þegjandi og hljóðalaust. Þetta er svona, hvað segja, það er það að vísa í gögnarna sem að segja að þetta er svolítið svona munurinn á því hvernig það er komið fram við þessi tvö algengustu kyn. Það sem er áhugavert er að sko samkvæmt sagnfræðingum á sviði hjóna og fjölskyldulífs þá var þetta ekkert alltaf svona. Þetta er frekar nýtilkomið þannig séð. Þessi krafa stóík. Já. Og að það sé komið öðruvísi svona rosalega ólíkt fram við stráka og stelpur á bassaldri. Þetta gerist mikið til að seinni hluta 19. aldar með tilkomu svona þessa samkeppnis hugsunar, svona samkeppniskapitalisma og það svona, kemur inn í þetta sko hugmyndir frá já, bara úr darwinisma í rauninni að þú veist, hennir hæfustu lifa af sterkustu eru hérna, eiga auðveldast með þetta og þetta er náttúrulega rétt hjá sko villtum dýrum í náttúrunni en
það ekki rétt að yfirfæra það yfir á fólk út úr þessu spretta þessar pælingar með, þú veist, the alpha male og allt þetta dæmi þú veist, og þetta bara á ekki við fólk, það ekki hægt að yfirfæra þetta á þú veist, þetta í stuttumáli sagt bara þvæla, sko en þarna fara feður að ala upp syni sína í meiri horku og draga úr því tilfinningalega og ástúlega uppeldi sem drengir þurfa til þess að þeim líði vel. Nú í pólitík, í popkúltúr, hjá áhrifavöldum og bara í þessu manósféri sem við hefum eftir að taka okkur tíma á skilgrina eitthvað tíma setna, almennilega, þá alltaf verið að hamra á því að það svona, hvað segja, skilabóðin það að kallmennskan, svona hátindur kallmennskunar líkamlegur styrkur og að vera tilfinningalega stóískur og agaður náttúrulega og agaður, það er mjög mikilvægt, agaður þetta gengur í berhögg við rannsóknir sem sýna fram á að strákar þurfa sömu mildi og mýkt og stelpur í sínu uppeldi. Þeir þurfa tíma, þeir þurfa samtöl, þeir þurfa þolinmæði og ástúð og ekki bara benda gögn til þess að þeir þurfi jafn mikið af þessu stelpur, heldur að þeir þurfi meira af þessu en stelpur og ég ætla að koma að þessu betur en það. Ég ætla að spyrja það einna spurninga, hver er andstæðan við maður? Já, út frá kynjafræðinni það kona. Sú hugmynd samkvæmt samkvæmt feðraveldinu. Já, samkvæmt sagnfræðingi sem að vitnað í greininni, þá að einmitt fólk segja kona sé andstæðan við mann, þá það frekar nýtilkomin líka, gerist þessu uppum tíma. Fram að því hefði fólk sagt að andstæðan við maður var barn. Og þá hvað segja, svona fyrir 19. öldina, fyrir seinni hluta 19. aldarinnar allavega, og rannsókn sem tekur gögn frá Bandaríkjunum, Kanada og Bretlandi, hún sýnir okkur að foreldrar eyða meiri tíma í að segja stelpum sögur, syngja með þeim, lesa fyrir þær, heldur en þeir gera við stráka. Og samkvæmt annarri svona viðtalsrannsókn, þá staðan svo við upphaf leikskóla að foreldrar stúlkna segjast vera tengdari barninu sínu en foreldrar stráka. Og foreldrar stráka eru líklegri til að segjast ekki hafa tíma til að leika við barnið sitt. Sömulegis hefur verið sýnt fram á að feður tala á tilfinningalegri nótum við dætur sínar heldur en sinni sína og nota frekar orðaforða við strákana sem snýst svona keppni, samkeppni, að ná árangri, eitthvað skonar svona orðalag. Það sem að mér fannst mjög áhugavert við að renna í gegnum þetta að sko, þannig erum við mikið að tala áhrif frá samfélaginu, en ef við förum inn í líffræðina og þá í rauninni það sem að gerast áður en nokkuð tímann kemur til áhrifa frá samfélaginu, þar að segja þegar að við erum að ræða bara sko, bara fóstur í móðurkviði, þá þær heilastöðar eða svo heila starfsemi sem að kemur til með að díla við álag, við stress, það þroskast hægar hjá strákum en stelpum og þetta líka gerast á fósturstigi. Og sko áður en samfélagi tekur við, þá eru strákar í rauninni viðkvæmari eða berskjaldaðari en stelpur, sem ég finnst pínuð klikkað, hafði ekki hugmyndið það. Eftir fæðingu þá eiga erfiðara með að díla við tilfinningar sínar, hefur meiri áhrif á þá þegar eitthvað fer úrskeiðis, þegar eitthvað kemur upp á, hefur meiri áhrif á stráka en stelpur. Strákar sem eru aldir upp við fátækt og gjarnan það við af einstæðri móður undir miklu álagi, það svona algengt minnstur,
þeir eru líklegri en stelpur til þess að ganga brösulega í námi, eiga erfitt með að stjórna tilfinningunum sínum og hegða sér illa í skóla. Þetta tegir sig líka fram eftir æfinni og þeir eru nefnilega líka í meiri hættu á að leiðast út í að byrja kannski að ljúga, vera undirförlir, fara í eitthvað svona skemmdarverk, jafnvel þjófnað og ofbeldi. Þarna kannski kemur túlkurinn sem ég heyri mjög gjarnan að mæður síður að skemma drengina, að það vanti föðurímynd. Já. Og öll að taka úr samhengi þessa félagslega aðstæði sem hún nefnir sko. Já, einmitt. Og það líka sko margt sem ég fjallaði með þessari grein er mjög líklega tölvert núansaðra heldur en bara, þú veist, er hægt að koma fyrir á nokkur blaðsíðum í grein, en já, þetta er eitt af því sem að væri áhugavert að hugsa út í. Svo ég haldi áfram með yfirferðina þá kemur hann að inn á að sko hægrið, hvort sem það eru stjórnmálamenn sem að eru við völd í flestum stórum vestrænum ríkjum í dag, eða bara áhrifavaldar eða eitthvað slíkt í popkúltunum, þá vill hægrið rosa mikið öfga hægrið jafnvel ef við verðast í hvernig skilgumynda, það vill sko hverfa aftur til þess tíma þegar að stolt kallmanna og sjálfsvitund kallmanna umhverfist svakalega mikið það eða bara valt á því að börn og konur veru háðar þeim. Þetta fyrir vinnu hlutverk sem við höfum verið að ræða hérna áður í þætti 4 eða 3 jafnvel. Sko vinstrinu því hættir aftur á móti til að tala að hvað sem sem tengist einhvers konar gamaldags kallmennsku, að það sé skaðleg kallmennska eða eitru kallmennska. Þetta á til að vera einhvers konar svona shaming eða shama stráka og kalla án þess að sína hluttekningu eða samúð með því af hverju þeir eru ringlaðir, skilja ekki alveg stöðu sína eða jáfnvel bara af hverju þeir eru særðir. Mér finnst ágætt að reyna að skoða þetta aðeins í svona þessu samhengi sko, þó sem við séum að tala við erum að einfalda þetta mjög mikið, en hægri að segja, þú veist, vertu kallmaður, hættu svo væli, þú veist, bældu bara niður þessu tilfinningar, við förum ekki að taka á þessu núna og ekki tala erfiðleika hérna, á meðan að vinstrið segir bara hafðu hljótt, þegiðu bara, það er annað fólk sem á sviði núna. Við erum ekki í sviðslösinu núna. Eða eigum ekki sjónasviðið. Og sko, þarna fer maður að velta fyrir sér og greinarhöfundur gerir það að sko, að þegar að menn skilji ekki kallmennsku, þegar að þeir sko, sína kallmennsku eða bara almennt og ekki öruggir í henni, hvað þá? Þú veist, þegar þeir skammast sín fyrir að vera ekki nógu miklir kallmenn, þá samkvæmt víðtækum viðtalsrannsóknum, þá hætt við því að þeir leiðist út í kallrembustæla á internetinu, incel samfélagið, manósfýrið, þeir fari að réttlæta ofbeldi gagnvart konum og ekki bara réttlæta ofbeldi gagnvart konum, heldur jafnvel upphefja ofbeldi gagnvart konum og öðrum kynjum en köllum. Að þeir verða ofbeldisfullir, að þeir stundi heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi. Þannig að mér fannst þetta áhugavert af mörgum ástæðum og kannski það sem að stóð svolítið út úr þessu hvað við segja, það er svolítið svona megin áherslan í greininni svolítið á þetta að sko dætrum sýnd meiri ástúð og þolinmæði heima fyrir
heldur en sonum synir þurfa það hins vegar líka og jafnvel þurfa er meira af því ef að við erum að líta á til dæmis þessar líffræðilegu ástæður og líka bara þessa ómögulegu kallmennsku sem að það sem er að ætlast til af strákum sko og þeir fá ekki þessa mýkt eða þessa mennsku að geta mildi og mennsku sko, að geta bara fengið að að gráta þegar að þeim líður þannig í gegnum sko þessi grunnatriði eins og við bara varum að tala um hana þú veist, frá bara barnsburði og fram að leikskólaaldri bara að sitja með börnum syngja með þeim, lesa fyrir þau að það er mælanlegu munur á þessu í sko 3 löndum sem að við berum okkur oft saman við Bretland, Bandaríkin, Kanada mælanlegur munur bara greinilegur þetta er minna gert með strákum tengslamyndun, við vitum það alveg sko, að tengslamyndun og alls konar tilfinningaþroski grundvöllurinn er lagður á fyrstu mánuðum sko. Þetta er ekki eitthvað sem að þú getur farið að vinna í þegar að barnið er komið með þroska til þess að ræða við þig sko. Þannig að eitthvað eru að gera svolítið vittlaust í uppeldinu Já, sko það er náttúrulega margt í þessu sem að ég væri til í að staldra við og skoða nánar þú veist, eins og rauninni hvað maður að segja áhrifþáttur líffræðinar sem hún nefnir þú veist að því að nú hafa verið gerðar mjög svona umdeildar heilarannsóknir bara í gegnum tíðina sem að sína mjög kynjaðan bias sem að sem að skekkir rauninni allar ályktanir og allar niðurstöður ég veit ekki þessa sko og og svo líka bara mjög áhugavert sko þetta með tíman sem að foreldrar verja með börnunum sínum og í að sína umhyggju að því að við bara vitum það öll að við erum mennsk og það er mjög alvarlegt ef að við erum í rauninni og ég vil náttúrulega líka því að það er svo oft gert sko við gerum mæður ábyrgar það er bara konur yfir höfuð að við klukkum þú veist að við klukkum okkur út þú veist í ábyrð fyrir til dæmis þessu að sína strákurum okkar ást og umhyggju og tengsl og allt þetta og þá bara horfum við skilur á bara ábyrðin inn á heimili tíðinni heimilis starfa þar að kalla tökum fæðingarorlofs við þurfum að gera það við þurfum að axla það ábyrð sem að kemur síðan aftur í rauninni gegn sumum rannsóknum sem segir að kallar þurfi ekki að axla meira ábyrð eitthvað svona þetta er svo snúið og margla og flókið að við svo sem endum við erum ekki að vera að afgreiða þetta sko en mér finnst bara margir rosalega áhugaverði punktar ég saman eins og þá er ég aðalega að líta á það sem að er eiginlega ekki takt að deilum eins og bara það er talað þarna við fólk í það tekið sem að gögn frá 3 löndum og fólk er tengdara barninu sínu ef það er stelpa heldur en ef það er strákur þegar það er að byrja í leikskóla en þú veist samkvæmt þeim sjálfum en svo gæti komið inn í þetta ég menna þessi innri ögun eða félagsmótun sko, hún byrjar mjög snemma hvað telst eftir svona verð þar að segja kallmennskun og kvenleikin þú veist, sitja, taka lítið plás þetta byrjar svo snemma þannig að það væri líka áhverst bara að vita áhrifþáttinn á því og eitthvað en þetta var áhverst við gætum tekið þetta lengra þetta var nú alveg aldeilis eitthvað ég er að pæla sko hvort að við eigum að kíkja þess á eitt brasa? Okay. Manstu að var eitthvað helvits vesen á bílnum mínum manstu ég lendi í slysi og ég ætla aðeins að tjekka hvernig það var eitthvað að gjökta ég ætla aðeins að kíkja á ef við kíkjum aðeins bara á verkstæði það hefur verið að fiffa það hefur verið að græða og gera við kannski getum náð okkur í eitt kaffibolla og
já, á meðan að vera að kíkja á undirvagnin. Já, að vera að kíkja hans á þetta sko. Ég sé nú reyndar að hann er bara hann er ekki komin á lyftuna sko. Gætur þetta að vera eitthvað smá tíma. Já. Hún er gott kaffi. Já, enga líkur á því reyndar en... Nei, reyndar. Þú drekkur ekki kaffi? Nei. Nei, það er bara hannig. Það er af því að það er ekki gott. Já. En hvað segirðu, kallinn minn? Bara allt gott. Ok. Á, trún og dagsins lokið. Þetta er nú huggulegt. Já. Þetta er kallalegt að vera hérna í vestæðinu. Já, þetta er svo góð lykt líka. Lykt af olíu. Maður finnur hana bara í gegnum hljóðið. Já, er það bara gegnum húðina. Já, ég veit. Herðu, já, mér langaði bara nýta tíman hérna meðan við bíðum sko. Já. Að segja aðeins sko frá mistökum á menntaveginum mínum. Já. Er það þegar þú fórst í kynjafræði? Nei, það var ekki mistök nefnilega. Það var eitt af mínum gæfusporum í lífinu. Já. Ég sko, það er ýmislegt, það er af ýmsu að taka og ég hef svo sem aldrei verið mikill námsmaður. Og þetta í rauninni fjallar ekkit endilega námið per se. Ok. Heldur meira svona hvað ég var að gera meðfram því. Já. Og eins og til dæmis á sko í menntaskóla það var eitt sem að ég tók þátt í að gera sem að mér fannst ógeðslega fyndið þá og okkur strákunum fannst ógeðslega fyndið sem að ég fattaði nokkuð stuttu seinna að væri bara svont hugmynd og bara illkvittið og ljótt og særandi. Okay. og ég lærði af þessum gjörningi sem ég ætla að segja frá að sko eins og einhver sagði nú í viðtala við mig sko að kúkurinn flýtur sko að stundum allavega og þar að segja sannleikurinn mun alltaf koma upp á yfirborðið ef þú ætlar að halda einhverju leyndu það virkar aldrei nefn í x tíma þetta er það sem ég lærði cirka 18-19 ára gamall bara, ég sá þetta þarna og ég bara tók með mér sannleikurinn, hann mun alltaf koma på yfirborðið. Okay. Nema hvað, við uppljóstruðum sjálfur þetta leyndamál okkar, strákana. Ok, málið er sem sagt af yfirlöður á því. Af yfirlöður á því, sko, já. Og við hefum kannski ekki dátt að gera það, ég veit það ekki. Jú, kannski ekki þessum tímapunkti. Ok, ég sem sagt var svona virkur í félagslífinu í menntaskóla og við vorum handan okkur í sjómlar saman, góði vinir sem ég var alls ekki virkur í félagslífinu. Nei, og við vorum bara svona inn í öllu og líka hluti af öllu einhvern veginn, svona þess að var í gangi og eitthvað og vissum ýmislegt. Strákandi, kallaði? Herru, við ákvaðum, ég held að höfum verið svona 6-7 úr mjög ólíkum áttum. Já. Við ákvaðum að búa til bloggsíðu. Já. Nema þetta var ekki bloggsíða eins og tíðkaðist þá, þar sem að þú varst bara að vera fyndin og segja hluti frá sjálfum þér á lífinu þínu. Þetta var slúðurbloggsíða. Já. Og þetta var ekki eitthvað svona bull. Við vorum basically að segja frá alls konar leyndamálum og við vorum líka af fólki í skólanum. Já, vinum okkar. Nei. Jú. Og við vorum líka undir rós að segja alls konar ótrúlega meiðandi og ljóta hluti. Já. Þú veist, að því að við hugsaum bara þetta fer, þú veist eitthvað, það veit enginn hver við erum og þetta var svaka sport og þegar að sumir hlutir voru komið fram, þú veist, við vorum eitthvað með bara homofóbíu og þú veist, það var bara alls konar og segja frá einhverjum mjög viðkvæm, einhverjum svona, ég man ekki hvort það var framhjáhald eða hvort það var, þú veist, að því það var líka alveg bull, sko, en síðan var líka margt satt, þú veist, þannig að þess vegna var þetta svo, þú veist, og það var bara, þetta var sko, það var rosa mikið verið að heimsækja þessa síðu og í frímínútum voru allir bara í kringum okkur strákana bara shit, sáðu þetta og hvað var að gerast, hver er með þetta, við erum að koma að staði hver er með þetta og eitthvað svona. Og við náttúrulega okkur fannst það bara geðsvindið. Og svo voru að útskrifast, það er útskriftar veisla, það er salur, það er partí, við stöðum partíið, þá ætlum að vera með svona tilkynningu, ógeðslega fyndið og segjum, herruðu,
það voru við hérna. Já, Þú getur ímyndaði viðbröðin hjá vinkonum okkar og vinum sem við höfum tekið fyrir. já, já. Þau voru ekki hlátur. Nei. Nei. Það má segja að við höfum skemmt þessu útskriftaveislu. Já, ok. Það varð allt eðlilega berjálað. Já. Gjössamlega trillt. Hellingur að særðu fólki. Já. En það var þetta bara mjög særandi. En þetta er svona dæmi hvað maður getur verið ógeðslega fullur á sjálfum sér Já, og vittlaus og forhundafyrtur já, að bara, þú veist, í alveg, hvað var ég að pæla? Taka þátt í þessu. Þannig að ég sé, þetta er eitt af því sem ég sé allra mest eftir. Eitt af því. já. En það er ein önnur mistök sem að ég er að pæla í bara að kasta hérna upp í loftið. Nú. Sem að Ég er tengist, ennþá að jafna mig á hinu, sko. sem að tengist hérna þegar ég var í kennó. Já, Þannig er ég sko orðin 20 og eitthvað. Já. Og búin að reyna að fara í líffræði því að ég ætlaði að verða líffræðikennari því að það var svo leiðilegt að vera í líffræði en ég var bara fullur þar og ruglunu og hérna og gafst upp en það hafði engan áhuga á líffræði. ok. Þannig að ég er þarna búin að finna mig aðeins sko og hérna bara fíla að kenna og fullt af góða fólki og er virkur í félagslífinu. Ég var líka kennu. Já. Ég var ekki virkur í félagslífinu. Nei, og ég var þarna eitthvað í fjörinu sko og svo fyrir nokkrum árum síðan þá hérna kom mynd svona úr einu partíinu með minni nú ég hafi verið hættur að drekka þarna sko þannig að ég get nú ekki reynda að segja að Getur ekki kent því um? Nei. Ok. Þetta var ekki ég, þetta var áfengið. Já, hérna herðu, þarna kom mynd og ég bara, þetta er nokkur ár síðan og ég er svona fuck aftakkaði mig og bara vildi aldrei sjá þessa mynd aftur. Býttu, hvað er að gerast? Herðu, þetta er árið 2009, 10, 11 ég bara veit það ekki alveg. Já. Þarna er ég sem sagt með blackface. Nei. Ha, jú bara fyrir nokkurum ára síðan sko. Ekki gera þetta. Ha, Hvað var að gerast? Var þetta eitthvað búningapartí? Já. Nei. jú Þá Sko- veitum við hvað myndu setjum í loftið með þessu? Já, ég alveg veit ekki hvort ég muni finna hana. Nei. En já, ég var þarna bara með blackface sko og hérna og þú veist, og við erum þarna öll saman í kenn og það eru fleiri náttúrulega með blackface og ég hendur fleiri undir vagnin. Já. Nei, skilur, það er bara svo En þú tókst meðvitað ákvörðun Já. að vera með Já, bara, Já. þetta var geðveitt góð hugmynd. en á þessu sem sagt á þessum tíma ef þú reynir að horfa aftur varstu alveg klúles Fullkomlega, já, fullkomlega. emmitt Og það sem að ég svona seinna meir að því að síðan, þú veist, fyrst var bara áfall bara guðmengóður, þetta má aldrei komast hérna frá mér sviðsljósið, það dagsljósið og bara eitthvað, svo seinna poppaði þetta aftur upp hjá einhverjum öðrum og þá fattaði ég, þá var ég svona kannski aðeins búin að jafna mig sko og bara, ég meina, fortímin er bara fortímin og ég get ekkert bara flúið hann að þakka það niður, Nei. bara hluta af mér þú veist, auðvitað fordæmi ég þetta og þú veist, hryggjalegt að hafa gert þetta Já. en hérna, ég hugga mig samt við að það voru fleiri sem voru að gera þetta sem er alveg betra fólk en ég já, sem að gerðu sömu mistöku ég. ég sko náttúrulega ekki að verja þetta en ég held samt að við verðum alltaf aðeins að pæla í því sko hvað er gert í fáfræði og hvað er gert í einhvers konar ástandi af meðvitund sko. Já, eða þvermóð sko, bara Já. eitthvað svona að standa vörð, ég má bara gera það sem ég Já, vil, eitthvað Einmitt. þú veist, það er náttúrulega ekki gott Nei. þú veist, það má rugglast en hérna, en að halda áfram að rugglast þegar þú veist út að rugglast, það er ekki gott sko. Nei. Herru, hérna, hvernig var þetta trúna á eða? Ég þarf alveg svona viku að jafna mig á þessu og Já. geta svarað þér. Þetta var líka eiginlega 2 trúna í einu sko. Já, ég Það var bara, bara ótrúlega lengi að gera við bílinn. já, herru, ég held að séu Alveg ennþá. Nei, eru búnir? Það eru búinir, ok. Já, við erum bara komnir í eitthvað annað. Herru, Bara heyrast einhvern allt öðru í pústinu. það er bara að dansa bara. Hérna, sko,
við þurfum aðeins að geima hlustandi dagsins. Ég nefnilega þarf að rjúka. Já, Það eitt stuttur bara í dag. já, ég meina það þarf ekkert alltaf að vera allir liðir sko. Nei, líka, þú veist, þetta var líka bara, fólk þarf kannski bara að jafna sig. Ég er í sjokki, Já, ég er íshokki, þú ert ísokki. ég er íshokki Já. Ég man ekki einu svona fyrratrúna þetta er ennþá bara Herru, ekki bara segja þetta gott þá.